Hæfingar og dagþjónustan Miðjan hér á Húsavík teflir fram nokkuð áhugaverðu innleggi hér í listán landamæra. Þið eru búin að vera að fást við kvikmyndagerð, skils mér. Herðu, já, við ákvaðum að taka aðeins annan pól í hæðina þessu sinni. Við höfum tekið þátt í þessari hátíð undanfarin ár og við höfum sett upp leiksýningar svona allra síðustu ár, nokkrar sem hafa slegið í gegn hér í bænum. Bæjarbúar sótt í þessar sýningar og verið uppselt á sýningu eftir sýningu. Og nú sem sagt ákvaðum við að breyta örlítið til vegna þess að í bænum búa hjónin Sam og Marína Rís sem eru semst mentuð, listaháskóla mentuð og hafa reynslu af kvikmyndagerð og stuttmyndagerð og höfðu mikinn áhuga á því að vinna með okkur og þarna sáum við einmitt svona samstarfsflöt og ákvaðum bara að kýla á það af því að okkar notendur líka var óbáslega spenntir fyrir bara smá breytingu og hver vill ekki vera bíóstjarna eða kvikmyndastjarna. Já. Og hvað er eiginlega þessi kvikmynd? Herðu, hún sem sagt byggist í grunninn á Þrymskviðu en notendur sem sagt tóku þá sögu og byggu til sitt eigið handrit út frá þeirri sögu eftir að við lágum svolítið vel yfir henni og lásum hana vel og þau byggu til sitt eigið handrit en hún er líka sem sagt nútímafærð í svona hetjusögumynd, svona Power Rangers, svona Sentai, japansku ofurhetju svona ofurhetjumynd. Þannig að búningarnir sem að hetjunir eru í til dæmis eru svona, eða guðirnir eru svona svolítið nútímastíl. Já. Og búningarnir og allt saman, öll vinslan á þessari kvikmynd, þetta er allt heimagert? Þetta er allt heimagert. Við erum svo heppin að hafa átt í ofboðslega góðu samstarfi við þekkinganettið hérna á Húsavík og þeir hafa hjálpað okkur við að setja upp námskeið og við vorum sem sagt, á þessum námskeiðum var sem sagt kennt búningagerð og handritagerð og markaðssetning og þeir hafa verið með leiklistanámskeið og alls konar námskeið fyrir okkur sem sagt, til að styrkja okkur í þessu og síðan verður sem sagt myndin afrakstur þessara námskeiða. Já. En það er sem sagt ekki bara notendur Miðjunnar sem eru að taka þátt í þessari kvikmyndagerð. Þið eru búin að virkja fleiri hópa hérna í bænum. Það er rétt. Við sækjumst eftir samstarfi og við erum svo heppin líka sumir sækjast eftir að fá að vinna með okkur sem er mjög skemmtilegt. Af því þetta eru þetta hátíð án landamæra, listan landamæra og við erum sem sagt að vinna með heilli deild á leikskólanum hérna að allir krakkarnir á deildinni ætla að leika í myndinni með okkur og svo höfum við verið í samstarfi líka við framhaldsskólan og grunnskólan sem að koma inn einstaklingar og hjálpa okkur einn eða annan hátt og fleiri bæjarbúar sem er eiginlega of langt kannski að telja upp en það er ansi margir sem að vinna að þessu verkefni með okkur. Margir sem að geta titlað sig kvikmyndastjörnur? Já, eiginlega. Við vorum eiginlega að tala um það sko að því þetta er stuttmynd að upptalningin í lokin er þetta kannski bara hreinlega lengri en mynd. það er svo margir sem koma að sem er bara frábært og ofboðslega gott og skemmtilegt samstarf sem við höfum átt við marga. Og hvað? Hvenær er hægt að sjá þessa stórmynd? Herðu, það er frumsýning á sunnudaginn og verða 3 sýningar þann daginn klukkan 1, 3 og 5 og það er hægt að nálgast með og panta miða hjá okkur í Miðjunni og við erum með opið hús á laugardaginn svona sem er partur af þessari hátíð líka þar sem að við verðum með miðasöluna líka og þannig að það er hægt að nálgast miða og skella sér í bíó á sunnudaginn og sjá ofurhetjurnar, íslenskar ofurhetjur. Í íslenskri náttúru? Í íslenskri náttúru, það er rétt. Við höfum verið að taka upp sem sagt hérna í náttúrunni, við höfum verið að fara upp í Mývatnssveit og taka upp og í hraunið hérna utan við bæinn, þannig að já, íslenska náttúru að fara að njóta sín í þessari mynd. God.